það hefur verið dálítil tilhneiging hér í bókmenntaumræðu finnst mér að hafa einhvern meginstraum í bókmenntum þar sem að flestar bækur eiga að liggja og þær sem að lenda utan við þennan straum þær sæti dálítið harðar í gagnrýni sko. Maður sér aftur víða annars staðar að þar þrífast ólíkar stefnur eða hvað þú segja eða ólíkar tegundir bókmennta hlið við hlið svona nokkurn veginn jafn rétthár. En hér hefur mér til dæmis fundist fantasía verið alltaf sett skör lægra heldur en raunsæi. Ég veit ekki hvort það er að vissu leyti áhrif frá Halldóri Laxness eða frá hverjum það er sem að það er raunveru runnið. Gyrðir, við erum hérna heima hjá þér og ég er hérna með nýja bók eftir þig. Þetta eru ljóðaþýðingar, safna ljóðaþýðingum, Tunglið braust inn í húsið og þú nú reyndar að verða 50 þessa dagana. En já, hvað getur þú sagt mér um þessa bók? Já, þetta er þriðja þýðingabókin sem kemur. Já. Sú fyrsta kom held ég, það var 2000, síðan kom önnur fyrir 3 árum svo. Já, þetta er töluvert magn. Hvaðan koma þessi skáld sem þú ert að þýða? Í þessari bók, þetta er nú skáld svona héðan og þaðan og frá ýmsum tímum. Það er þarna kínversk skáld, evrópsk, amerísk og svona, þetta er yfirleitt bara skáld sem að ég hef, flest er að hafa nú fylgt með nokkuð lengi. Ef við tökum til dæmis grísku skáldin eins og Ritsos og Kavafis, þá er þetta menn sem ég uppgötaði mjög snemma og ég hef lesið alltaf síðan. Já. Og það er eins með kínversku skáldin og stór hluti af þessu er reyndar amerísk skáld eins og oft áður. Já. Og það er nú svona svipað með þau, að vísu eru þarna innan skáld sem að ég hef ekki mikið lesið af fyrir en bara upp á síðkastið. Finnst þér mikilvægt að þýða? Þetta er stór hluti af þínu verki, það eru þýðingar. Já, mér finnst það alltaf mjög mikilvægt fyrir höfund að þýða. Það er alltaf gott að hvíla sig á sjálfum sér og sökkva sér ofan í hugarheim annarra skálda. Maður lærir ýmislegt bara líka með sitt eigið tungumál og koma öðruvísi að tungumálinu og ég held að þetta sé alltaf, þetta er aldrei einin tímasóun eins og ég held að margir höfundar haldi að þýða. Nei. Og mér finnst það skipta miklu máli. Ég sá einhvern tímann viðtal við þig á vefnum þar sem þú talar að það sé mikilvægt fyrir höfund að lesa bækur. Já, sagði það einhvern tímann. Já, ég fyrir mína parta er það, ég hef alltaf verið náttúrulega lestrarfíkill og mér hefur alltaf fundist að það sé nú einn af grundvallarþáttunum í að vera rithöfundur sé að kynna sér mjög vel það sem hefur verið gert í veröldinni í ritlist. En þess utan held ég að höfundar þurfi líka að kynna sér aðrar listgreinar, ekki bara ritlist. Já. Það sé allt saman inn á þeirra sviði. Þú ert með algjörlega fullt hús af bókum hérna. Það eru einhvern veginn, það er allstaðar bækur. Þannig að þú ert mikið innan bækur. Já, ég hef bara alltaf verið svona. Þetta har alltaf verið einhvern veginn samkast að mér og svona snemma einhvern veginn var þetta bara mitt. Mér leið best innan bækur og að stússa í kringum þær. Það kom út greinasafnum verk þín, merkileg bók og það eru ýmsir höfundar sem eru að fjalla verk þín, meðal annars Helgi Þorgils Friðjónsson sem er að skrifa myndlistina í bókunum þín. Já, það er ég náttúrulega ólst sem sagt upp þetta og fékk snemma mikinn áhuga á myndlist og ætlaði nú eiginlega að verða myndlistamaður sjálfur en komst nú fljótlega því ég hafði ekki það hæfileika sem tilþurfti í það. En það er eins, sem sagt, myndlistin hefur alltaf verið svona legið svona samhliða hjá mér ég sæki í hana, mér finnst ég sækja svona, eða má kalla það innblástur, svo hótel í Unnhafni og ég held líka að hún komi inn í mín skrif, það sé, ég nálgist svolítið skrifin út frá myndrænu sjónarhorni. Já, pappið var náttúrulega myndlistamaður, þið gáfuð út mjög fallega bókum hérna, ekki fyrir alllöngu Elías föður þinn. Já, hann starfaði alveg við myndlist og ég held að fara ekki tjá því bara þegar maður er eins og veist hvernig þegar maður elst upp við eitthvað þá náttúrulega hefur það
djúp áhrif á mann og svo náttúrulega bara svo stutt á milli í raun og veru þessara forma fyrst mér. Ég get ekki séð neinn óskaplega skil alltaf á milli listforma. Ritlist, myndlist, til dæmis hann hafði sjálfur ætlað sér að verða rithöfundur í raun og veru. Hann fer þessa sérsagt á hinn veginn. En þannig að þú ert stundum að mála myndir í orðum eitthvað leti svona. Já, mér finnst að ég styðist oft við þannig, þessa sýn á út frá myndlistarlegu sjónarhorni. Já, svo þetta Guðmundur Andri sem að aftur skrifar tónlistina hjá þér og ég meina tónlistin mikilvæg fyrir þig líka? Jú, hún skiptir líka máli fyrir mig, ekki það ég hef ekki nokkurt einasta vit á tónlistin en ég hlusta töluvert á tónlist meðan ég skrifa. Og hef lengi gert og ég held bara allt svona renni saman það sem maður er að gera. Hvaða tónlist þá? Ég hlusta nú á svo sem margt sko, en klassík, jazz og blues og ýmislegt. Þú ert 50 og ég ætla reyndar að taka fram að mér finnst alltaf vera eitthvað sem er mjög ungt í verkunum en þú byrjar mjög snemma bara rétt rúmlega 20 þegar þú ert orðin vel metir rithöfundur og afköstin hafa verið geysilega mikið. Já, ég byrjaði þarna 22 ára að gefa út sko. Já. Og svo ég verið svona dálítið virkur sem finnst ég held ég allt of virkur. En þetta er nokkuð langur tími að verða 30 ár sem ég er búin að standa í útgáfu. Og afköstin eru mikil, hvernig vinnur? Þetta er náttúrulega svolítið misjafnt sko, þegar náttúrulega maður er í kannski einhverjum einhverjum yrkingum sko, þá er þetta náttúrulega ekki alveg frá 9 til 5 vinna, það er svolítið öðruvísi. Aftur náttúrulega þegar maður er að skrifa prósa og er að þýða prósaverk og svona, þá er þetta nú kannski meira og minna reglulegu vinnudagur. En mér finnst nú best alltaf að vinna á morgnana, vakna snemma og vinna á morgnana. Já. Kannski aftur á kvöldin, en yfirleitt er þetta minn tími. Getur þú setið lengi við? Það er kannski svona frá hvað segjum við? Frá 8 til hádegis. Yfirleitt finnst mér ekki skynsamlegt að sitja mikið lengur við frumskrif. Já. Vegna þess að þá fer maður að þreytast og ég held að sé eins og þetta sem Hemingway segði, maður verður að skilja eitthvað eftir til næsta dags. Aha. Og það er einhvern veginn hætta held ég á að ef maður sitja of lengi við þetta þá geta þeir fara að þvinga eitthvað fram. Ég vil að þetta sé náttúrulegt og spretti einhvern veginn fram dálítið sjálf. Vinna við skrifborð er þetta mjög mikilvæg en það er svo margt annað í starfi rithöfundar sem er vinna líka meðfram heldur en bara þetta með þurfa að sjá og skynja og hugsa. Og einhvern tímann sagði nú Rilke hann nú stundum best þegar hann lægi bara í sófanum. Já. Ég held að sé kannski að þetta segja eitthvað slíkt. Og hérna... Annars að ég fara að draga úr gildi vinnunar í þessu vinnu átrúnaðar þjóðfélagi sem Ísland er. Sko mikið af verkuðinum gerist upp í sveit eða svona fyrir utan þessa borg sem við erum í hérna núna og ég ætla samt ekki að segja að það er samt misskilningur ef þú komir aldrei í bæinn en þú ert augljóslega mjög tengdur þessu landi sem við lifum í sko, og þá menn ég ekki höfuborginni heldur því sem er hérna fyrir utan. Já, ég er náttúrulega ólst upp út á landi og á allar mína rætur þar, allt mitt fólk komin af bara bændafólki þannig að það hefur alltaf svona höfðað mjög sterkt til mín og líka bara náttúran semst landi sjálft. Þó að sé svo segir, ég hef alveg skrifað Reykjavík og það er alltaf innanum hjá mér. En ég held að ég þarf alltaf finnst mér að fara út fyrir borgina til þess að sækja mér eitthvað. Það er svona mín reynsla í gegnum tíðina. Ég held að fólk eigi það til að einfalda þig sem höfund, að þú sést feikilega innhverfur og hljóðlátur og ég reyndar bendir Jón Kalman á þetta í greini í þessu safni sem ég nefndi á þann. En þú getur verið mjög galgóparlegu líka eins og til dæmis í síðasta smásagnarafni síðu þar sem að Strindberg er komin inn í IKEA. Já, ég held að getur nú alveg verið að þetta sé rétt að hafa nú verið svona talsverð einföldun í gangi. Eins og vill nú verða bara held ég með marga höfundar svona þegar líður á. Það er oft svona reynd að svona njörfa á svolítið niður og hafa á sínum stað sko. Þannig að mann finnst það svolítið þægilega. Það er nú svona, mér finnst nú vera heilmikið leti í gangi hérna í bókmenntaumræðinu svona almennt. Já.
það náttúrulega eru allir höfundar og listamenn eru að einhverju leyti börn síns tíma og það sem gerist utan við þá, það hlýtur alltaf að rata einhvern veginn inn í þeirra verk. Hitt svo annað mála, það ekki allir í því að skrifa bara beint kannski kreppuna eða slíkt. Það ekki allir svona innstiltir inn á eitthvað blaðamanns element þar sem að þeir koma bara með nýjustu fréttir beint inn í sín verk. Nei. Það eru svo ýmsar gráður að þessu og menn eru svo ólíki persónuleikar og mér finnst einfaldlega hver verði að fá að hafa sína tjáningaleið að þessum viðhorfsefnum. En það engin heldur til sem að ekki bregst á einhvern hátt við sínu umhverfi og ef menn lesa vel verkin þeirra eða skoða vel eða aðra listgreinar þá finna þeir þetta. Það ekki hægt að komast hjá þessu og jafnvel sá sem að segist hafna samfélaginu, það ákveðin afstaða gagnvart samfélaginu. Og utangarðsmenn eru í raun og veru hluti af samfélaginu þeir sem telja sig vera slíka. Útgefandiðinn Kristján Kristjánsson segir að þú hafir mjög sterka siðferðislega taug í verkum þínum. Hey, ég veit það ekki, ég er ekki hugsað mikið það, en ég hef nú ekki litið á mig sem neitt sérstaklega boðandi höfund og hef nú ekki verið talin það held ég, en það má vel vera að það liggi einhver svona þráður í gegn ef menn skoða og eins og ég segi, ég hef alveg skoðan eins og hver annar þó ég sé ekki alltaf að kannski fari aðra leiðir að því að tjáðar heldur en margir. Halldór Guðmundsson segir að þú hafir gaukað á honum einhvers konar frumgerð af gangandi íkona sem er þá samin þegar þú ert 5 ára. Já, það er frumgerðin að gangandi íkona sé frá því þú ert 5 ára. Já, það er víst til svona eitthvað smá hefti sem ég gerði þar sem ég gerði einhverja myndir og krótaði einhver texta við þegar ég var 5 ára og síðan náttúrulega láð þetta bara þannig í rúm 20 ár þangað til ég fór að fást við þessa nóvellu eða hvað hún á að kalla þetta og þetta byrjaði nú sem sagt á einhvers konar svona yfirfærðum minningum úr sveitinni og af og ömmu sem að ég breytti svona hefilega en síðan fór þessi bók af einhverjum ástæðum allt í að skjóta upp kollinum eða þetta litla, þessi fáinu blöð þarna frá og smátt þá spannst þetta bara inn í þessa frásum þannig að ég sjálf sér hafði ekkert það að segja ég hafði ekkert ætlað mér þetta fyrirfram en ég plana aldrei bækur fyrirfram ég kann það ekki og ég til dæmis ég vinn þetta eiginlega svona bara beint af fingrum fram Þú býrð ekki til eitthvað plott eða Nei, ég kann það ekki og get það ekki einhvern veginn og ég til dæmis myndi aldrei kunna að skrifa stóra skáldsögu og eiginlega langar ekki til þess, ég hef ekki persónuleika í það er allt annað manntegund. Hvar finnst þið þú sitja best í ljóðum, smásögunum eða skáldsögunum? Það er eiginlega bara fer svolítið eftir tímabilum. Stundum koma tímabil þar sem ekkert kemur frá mér nema bara ljóð sko, það er það eina sem að hugsunin setur allt fram í því formi, svo koma önnur tímabil þar sem að þetta verið starraða sér sjálfkrafa í smásögur eða svona skissur eins og ég myndi nú alveg vilja kalla þessar smásögur mínar því það nú ekki allar með svona hefbundinni smásögubyggingu. Þessi nóvella eða þessar 5 þessar stuttsögur eins og Guðbergur kallaði það. Þær hafa svona bara líka dúkkað upp einhvern veginn óforvarandis með ákveðnum millibili að þá hefur þetta allt í einu tekið þetta form á sig. En ég held nú samt að því ég byrjaði ljóðinu ég geng svolítið út frá því alltaf finnst mér í allir í nálgun. Ég held þessi engum blöðum það að fletta að síðustu árin hjá þér hafi verið mjög góð, þetta verið fljótt tímabil hjá þér sem rithöfundur og spurning kannski hvort að þú upplifir það ekki þannig sjálfur. Já, það kemur allavega eitthvað að bókum en ég upplifi nú alveg þurrka tímabil eins og aðrir höfundar sko og alveg ágætlega löng sko. En undanfarna ár hafa verið góð hjá þér, verkin þín hafa verið framúrskarandi sem hafa verið að koma út síðustu ár. Það held ég sé alveg eftir að segja það, ég get ekki kvartað við því að það hefur eitthvað gengið en ég held nú samt að flestir listamenn þekki það að lífið enn og svona eiginlega samfellt barátta við að halda sköpunargáfuna í gangandi sko, það þarf að vinna í þessu. Þetta er einmannastarf. Já, þetta er einmannlegt starf og ég myndi ekki ráðleggja nokkrum manni þannig séð að fara út í þetta því að einveran sko í marga áratugi við svona starf, hún getur reynt á þanþol og geðhilsu. En þú sem sagt að verða 50, ætlar að gera eitthvað á afmælinu?
bara ekki neitt, kannski fara bara út í sveit, held ég. Takk fyrir Gyrðir og innilega til hamingju.